Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, forsætisráðherra Geirs Haarde og frú Inga Jóna Þórðardóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra Björn Bjarnason, forseti Alþingis Sturla Böðvarsson og frú Hallgerður Gunnarsdóttir, aðrir góðir Kaupúsugestir og þingfulltrúar, verið öll velkomin til setningar kirkjuþings og hátíðarfundar þegar minnst hálfrar aldar afmælis kirkjuþings og 75 ára afmælis kirkjuráðs. Kirkjuþing Íslensku þjóðkirkjunnar kom fyrst saman 18. október 1958 og rúmum aldarfjórðungi fyrir 11. október 1932 hafði kirkjuráð tekið til starfa. Og þess einnig minnst í dag að í ár eru 10 ár liðin síðan núgildandi lög tóku gildi sem skilgreina þjóðkirkjuna sem frjálst, sjálfstætt trúfélag og kirkjuþing sem æðsta vald í málefnum hennar. Og hér margs að minnast, margt að þakka ef við staðnæmumst við þessar mikilvægu vörður á vegi þjóðkirkjunnar til aukins frelsis og sjálfræðis og ábyrgðar. Nærvera æðstu leiðtoga þjóðarinnar minnir á mikilvægi þessara tímamóta og á þau traustu bönd sem milli þjóðar og kirkju. Það þakkarefni og nærvera fulltrúa erlendra kristurkirkjunnar hér minnir á samfélag okkar innan almennrar kirkju og dýrmætt og mikilvægt vinarþel. Við þökkum það. Og við þökkum þeim sem leiddu kirkjuna, vörpuðu brautina og vörðuðu þennan veg. Við þökkum þeim sem fyrr og síðar hafa gegnt þeim trúnaði fyrir hönd kirkjunnar að sitja kirkjuþing og ráða þar málum hennar og markaði stefnu. Og við þökkum farsæla samleið ríkis og kirkju og þjóðar og kirkju að mótun menningar og siðar í þessu landi. Og við treystum vor heit að taka höndum saman þjóð og kirkja að hag og heill lands og líðs á alvöru tímum. Við stöndum á tímamótum. Hér í dag minnumst við leiðtoga og forystumanna kirkjunnar sem horfnir eru frá oss. Þeir þeirra voru í forsæti kirkjuþings og kirkjuráðs árabil og mótuðu svið og starfsemi í íslensku kirkjunni. Herra Bolli Gústafsson, vígslubiskup, lést 27. mars síðastliðinn 22 ára aldri. Herra Bolli var vígslubiskup á Hólum árið 1991 til 2002. Hann lét víða til sín taka í félagsstörfum og í lista- og menningarlífi landsmanna. Ljóðenskur og listfengur, hagkeði, hlutfæri, orðhagur, eins og bækur hans ritgerðir, myndskreytingar og teikningar bera glöggt vitni og sem vígslubiskup beitti hann sér fyrir byggingu og iðnaðarstofu á Hólum sem ein höfuðprýði hins helga staðar. Orðlagur predikari og framganga hans í helgri þjónustu og jafnan borin upp af smekkvísi og virðingu eftir lifandi eiginkona hans frú Matthildur Jónsdóttir. Dr. Björn Björnsson, prófessor, andaðist 9. maí síðastliðinn 71 árs að aldri. Hann sat á kirkjuþingi árið 1990 til 1994. Fræðimennska hans og atbeini að málefnum fjölskyldu og félagsmála, lífssiðfræði og umhverfissiðfræði birtist í þingstörfum hans og hefur auðgað íslenska guðfræði, samfélag og kirkju. Auk kennslu og fræðastarfa átti hann merkan þátt að uppbyggingu félagsvísinda hér í landi og hins félagslega kerfis í Reykjavík. Skeið starfaði hann sem fræðslustjóri biskupsstofu og var þar ábyrgð á fræðslu og kærleiksþjónustu kirkjunnar og átti góðan þátt meðal annars að stefnumörkun safnaðaruppbyggingar svo og mótun fjölskyldustefnu. Eftirlifandi eiginkona hans frú Svanhildur Sigurðardóttir. Herra Ólafur Skúlason biskup
biskup andaðist hinn 9. júní síðastliðinn á 79. aldursári. Hann var vígstur biskup Skálholtsstiftis 1983 til 89 og biskup Íslands 1989 til 1997. Þegar Ólafur var forgöngumaður hinnar starfsömu kirkju, sem kallar unga sem eldri til starfa að málefnum kirkjunnar og eflir leikmenn til forystu. Þjónustuár hans á biskupsstóli voru tímar vaxtar og grósku. Hann beitti sér fyrir nýskipan samskipta ríkis og kirkju sem leitt var til lykta fyrir atbeina hans og reyndist þjóðkirkjunni heillaspor. Á sviði samkirkjumála átti herra Ólafur ríkan þátt í að binda styrk vináttutengsl milli norrænu og anglíkansku kirkjunnar. Eftirlifandi eiginkona hans er frú Edda Sigurðardóttir. Herra Sigurbjörn Einarsson lést 28. ágúst 97 ára að aldri. Hann gegndi embætti biskups Íslands 1959 til 1981 og hefur markað djúp spor í kirkju og trúarlífi og menningu landsmanna og naut óskoraðrar virðingar innan landsemurnar. Hann stóð fyrir endurnýjun guðfræðiiðkunar á Íslandi, eflingu og endurnýjun helgihalds og sálmasöngs kirkjunnar, uppbygging Skálholts, Hallgrímskirkju og hjálparstarfskirkjunnar. Hann ruddi nýjar brautir fyrir fagnaðarerindið og róstursamri öld ágengra tilvistarspurningar og siðferðislegra álitamála. Til æviloka var hann sístarfandi og mikilvirkur og gefandi sem andlegur leiðtogi og sálusorgari, þjóðar og einstaklinga. Eftir hann liggur mikil fjöldi ritsmíða á sviði vísindaiðkunar og predikunar. Sálmar hans og bænir bera uppi helgihald kirkjunnar og trúarlíf einstaklinga hér á landi og veita leiðsögn og huggun, trúar og vonar. Við minnumst þessara leiðtogavorða með söknuði og hugheilli þökk og tjáum virðingu, þökk og samhug með því að þingheimur